Tonni Sigurðsson, þjálfari Þórkáa. Tonni, það er stór dagur á morgun. Eyjakonur koma siglandi hérna norður yfir heiðar. Hvernig verður tekið á móti þeim? Það hefur bara tekið vel á móti þeim og svo bara tökum við vel á þeim þegar leikurinn byrjar. Alltaf gaman að fá Eyjalið, það er hörku gott lið, alveg feikilega gott og búið að vera pínu og lánleysi á þeim í sumar en á morgun, já á undanförnum leikjum hafa verið svona að ná svona vopnum aftur, leikmennir sem komið með meðslum og svoleiðis og á morgun verða þeir með fullskipað lið held ég, þannig að það verður bara feikilegur leikur. Ætlið þið ekki að vera fullskipað lið líka? Jú, maður svona spóið það að vera með 11 inn á og sjá hvort við náðum ekki að halda öllum, ég hef liðstjórum líka og öllum og þjálfurum inn á vellinum og já, í kringu lið þar að segja. En jú, við verðum með hörku góðan hóp morgun. Tonni, ég var að ræða þetta við Lilli áðan að þetta í fjórða skipti sem liðið mætast á þessu ári og þeir eru búin að vinna alla 3 leikina þannig að eru menn, það gæti ekki bara með einari eða megi búast í hörku baráttu núna að það er allir sér að svara fyrir sig. Já, og allir leikirnir hafa verið alveg hörku leikir, það hafa verið mjög erfið leikir allir saman og það er alltaf verið að móta IBVF því að þeir eru með hrikalega svona öflug vopn í svona sóknarleik og hafa verið með gegnum tíðina verið með mjög þéttan varnarleik ofan á það og ég vænti þess að það verið engin breyting á morgun þannig að við þurfum með okkar allra besta leik til þess að vinna þar á morgun og við bara stefnum á það. Það er náttúrulega sko, ef maður fer að skoða Eyjalið, þær hafa ekki verið að skora voðalega mikið, 16 mörk sýnist mér á móti að þeir eru búin að, okkar stelpa búin að skora 31 og þar hafa nú verið alveg í gríðarlegu stuði Sandra María og svo Sandra Major, þannig að sóknarlega ef allt gengur upp þá fáum við fullt af mörkum. Já, ég vona það að vera fullt af mörkum, 10 mörkum síðustu 2 leikjum, þannig að ég vænti þess, við erum náttúrulega langbesta sóknarliði í deildinni og hingað til höfum við langbesta varnarliði í deildinni líka með fæst mörk á okkur. Þannig að við vonumst til þess að það veri blúsandi sóknarleikur og mörk frá okkur og vonandi fáum við ekkert á okkur, það er svona planið. En leikskipula og annað, þetta er bara þetta hefðbundna, þannig að það þarf ekki að finna upp hjólið því við erum með gott lið og þessu verður bara þetta rúlar eins og vel smurð vél. Já, það er planið, við vonum það og við stefnum á það sjálfsögðu. Við vitum nákvæmlega allt IBVF-lið, það þarf ekki að fara rosalega mikið það við stelpunnar þó við gerum það eitthvað leiti, en það er þekkjandi liðinn út og vita nákvæmlega hvernig það er sækja og hvernig það er vilja sækja og hvað það gerir hotnum og hvað það gerir aukaspundum og það snýst svo bara að verjast því og samanskapið vitum við allt þeirra veikleika varnarlega og það þarf að gera hlutina og stelpunnar hafa gert það svo stórkostlega í sumar og í fyrrasumar og við væntum þess og bæði ég og væntanlega allt fólki í kringum okkur og að þeir leggja sig alla í leikinn á morgun og þá vinnum við. Stærsta spurningin er kannski hvernig koma áhrifandi til leiks, það sé stóra spurningin. Ég held að það sé svona aðalspurningin. Við höfum alltaf haft stórkostlega stuðning hérna á heimavelli í öllum leikjum hingað til og bara ótrúlega þakkláttur fyrir það allt og það var náttúrulega alveg sturlað að sjá ennþá fleiri bara á morgun og ég vænti þess að við erum í toppbaráttu og við ætlum að vera í toppbaráttu og þá þurfum við að hafa fólkið með okkur til þess að ýta okkur yfir þennan síðasta hjalla til þess að tryggja titilinn aftur. Og svo líka náttúrulega það, nú styttist í smá hlé af því að nú fer liðið bráðum að taka þátt í forkeppni meistaradeildar þannig að þetta er bara fínn undirbúningur hérna fyrir áhorfendur að koma og styðja rækilega við þannig að byggja sjálfstraustu enn betur upp á stelpunum til þess að hafa mig farteskinn út. Já, klálega, engin spurning. Ég held að það muni ekkert veita af því það við erum í sterkur riðli með fínum liðum þannig að við þurfum helst að koma á blúsandi siglingu og þá hjálpar meðbyrjunni frá fólkinu okkar og þannig eins og aftur í sig, ég er bara ótrúlega spenntur að sjá hvort að fólk fylgist ekki áfram að haldi áfram að fylgjast á bak við okkur, ég vil taka með þessu 7 vinni og gerum ennþá betur í þeim efnum. Þannig að ef ég skilji þig rétt að þá ætti að segja að það eru allir velkomnir á morgun. Já, það er miklu meira heldur en það er bara verða allir að koma á morgun og hjálpa okkur að vinna IBVF á morgun. Dóli gangi ykkur vel. Takk fyrir það, takk.